Ég bíð og vona í biðröðum að röðin komi að mér, því ég vil verða meðlimur í stórri hringagjum. Svona einhverjar svona minningar sem að eru náttúrulega í þvílíkum ljóma af þessum tækjum og tólum og hvernig þetta Parísarhjól sem bar við himinn. Og svo var einhver minning það líka, það var alltaf að bila. Það bilaði, held ég man eftir bara, ég á svona minningar þar sem að fólk var einhvers staðar að vera að reyna að róa fólk sem að var fast upp í hjólinu. Og þetta gat verið heilu fjölskyldunar sem voru lokaðar af og læstar þarna upp í hjólinu og það var komið þarna einhverjir menn til og róuðu það niður, það væri viðgerðarmenn á leiðinni. Og eins og gat nú oft verið í Reykjavík, sko, það var nú, lognið stóð aldrei lengi. Og þegar það var einhver vindur að ráði, þá sveiflaðist þetta hjól til. Og það maður getur alveg ímyndið sér það ef að börn lenti í þessu, en ég held nú að það hafi nú verið þannig að þó svo að menn hafa farið svona í bílana án fylgdar fullorðina, því að ég man það stóð gjarnan í við sumtækin, sko, að menn að vera í fylgd með fullorðnum. Þá var það held ég þannig að í Parísarhjólinu og í hringagjunum í þessum snerust hraðar, þá varst að vera í fylgd með fullorðnum. En það gat sett beigað mönnum þarna uppi í Parísarhjólinu. Og það var náttúrulega þetta, við sáum þetta þessum ljóma, en svo var þetta náttúrulega líka, vorum við svona með einhverjar vangaveltur það að þarna þetta væri sem sagt einhvers konar hliðstæða að samfélaginu og þarna væri ýmislegt, þarna væri alls konar ráðabrugg í gangi, sko, þarna væri menn að selja áfengi, taka löglega keypta áfengi af mönnum við dyrnar og selja þeim það aftur innandyra, eins og tíðkaðist.